Þá komið að marsleiðsögn fyrir sportdrekka. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Dembum okkur beint í lesturinn, byrjum á að kanna hvaða sportdrekka ég er að lesa fyrir. Og við fáum áskoranir, uppákomur, viðburðir, næsta misseri til þessum sportdrekka. Leiðsögn og áhrif í framtíð. Ok. Kæri sportdrekki, það er svona eins og þú hafir verið í svolítið tíma í svona hvíldarferli og svolítið svona pínu eins og legið í hýði, svona eins og björn. Hafi verið svolítið mikið kannski bara tilbaka og jafnvel að þú hafi bara þurft að fara í algjöra pásu, stóra pásu eftir einhvers konar kulnun eða örmögnun og þurft að fara bara í mjög langt sumarfrí en svolítið svona að vakna til lífsins aftur eftir það. En það er, sko, þú ert einhvern veginn búin að vera í langa tíma núna bara eins og björn í hýði. Þú ert að ranka við þér og í dag ertu svona að taka hænuskrefin út úr hellinu þínum, svona hænuskrefin út í lífið aftur og það er ágætt að gera þetta í hænuskrefum þegar maður er búin að vera í hvíld svona lengi þá er rosa viðbrigði að koma aftur út í lífið en það sem er framundan er það er sér núna að það er svona þú ert að finna svolítið vel fyrir grunninu einum. Svona þessar grunnstoðir í lífinu, það sem þú ert sennilega búið að líka að vera hvíla og vinna meðan þú varst hér í hýðinu. Þetta er svona, það er eins og að sért að skoða hornstaurana þína. Svona hvar þarf ég að styrkja, hvaða staur stendur sterkur, hvar þarf ég að skipta eða breyta eða bæta eða laga og það er mjög mikilvægt fyrir þig núna. Þú ert að koma upp úr þessari hvíld og ert svona að kanna aðstæður hvernig liggur landið og það er mjög gott að taka bara dágóðan tíma í það. Leiðsögnin er náttúrulega svolítið á þá leið að þú ert alveg til í slaginn, þú ert alveg tilbúið, þú ert að koma út til þessari hvíld, þér er óhætt að koma út úr hellinu þínum, kannaðu vel grunnstofuna þínar, hornstaurana þína, hvað þarf að breyta, hvað þarf að bæta og þú ert fullkomlega fært að gera þær breytingar. Þú ert með öll verkfæri sem þú þarft til þess að styrkja grunninn. Þú stendur alveg í báða fætur þó þú stígur upp úr hvíldinni. Af því að það sem er síðan lengra, þar sem við skoðum fram í tíman, að þá ertu að koma alla leið út úr hvíldinni og ert uppfyllt af orku, metnaði, krafti, ástríðu og ertu raunverulega bara til í slaginn og finnir að þú getur treyst sjálfu þér aftur, getur treyst því og hafur orkuna með þér og getur treyst því að þú stoppir þegar þú þurfur að stoppa, að þú getur haldið áfram þegar þú vilt. Það er þessi að þú ert búið að tryggja grunninn og grunnurinn sé góður og það getur bara treyst því og treyst sjálfu þér til að halda áfram. Af því að það er alveg viðbrögð að koma svona upp úr hvíld. Við skulum fá aðeins auka einsýn hér. Ok. Akkurat.
þessi hvíld var mjög mikilvæg af því að þó þú hafi verið að gera margt gott og margt rétt, þá varstu farið að meiða sjálft þig á því, þannig að þú hefur verið farið að brenna kertið þitt í báða enda og þurft raunverulega að stoppa fyrir hvíldina, átta þig á aðstöðum, fara inn í líka bara skoða sjálft þig, finna tilfinningar þínar og ekki afneita tilfinningunum sem þú varst að upplifa, líka þessum erfiðu, því sem að fylgir því að ganga svona mikið á sinn orkubúskap. Og það er einmitt þetta, eins og ég segi, að skoða grunninn sinn, finna jafnvægi sitt, finna tengingu sína við bæði sjálft sig, sinn innri mann og svo við jörðina og sína aðri tengingu. Aftur kemur þú ert til í slaginn, trúðu því, treystu því og þú ert í rauninni endurnýjað. Það hafa orðið ákveðin hamskipti á þér og já, það er viðbrögði að læra á heiminn upp á nýtt eftir þannig hamskipti, en þú getur stólað á sjálft þig í því. Þú getur treyst sjálfu þér aftur að fara út í lífið eftir þessa breytingu. Það ætla ég fá í lokin svona orkutafl fyrir örstutt skilaboð. Það er kaktusinn. Hann er áminning verndina, að við þurfum að passa okkur, passa að taka ekki inn á okkur neikvæða orku annarra, hleypa ekki öðrum þannig að okkur geti étið á okkur, bara okkar eigin tilfinningar og orku. En á sama tíma þurfum við að passa okkur að setja ekki upp svo þykkan skráp að það komist enginn að okkur. Við megum ekki verða alveg eins og kaktus með nálarnar úti þar sem að það getur enginn nálgast okkur í hlýju og kærleika heldur. Þetta er fín lína, við þurfum að gæta okkar og þurfum að biðja verndina fyrir okkur, en hins vegar megum við ekki loka heldur á bara allan heiminn. Þannig að finndu jafnvægið í því, passaðu þig, fáðu verndina þína, hjúpaðu þig, hvort þú að sjá fyrir ljóshjúp eða liti eða hvað nú, en bara þetta að þú sért með einhvers konar áru sem að annar manna neikvæðni kemst ekki inn í, en á sama tíma ekki ýta öllum öðrum frá þér. En þá ætla ég að segja að þessari leið svo lokið. Ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfum að halda á komi að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.